Það höfum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum stödd á Mælifelli á Sauðárkróki í tilefni þess að Gæran nú þessa helgi hérna á Sauðárkrók. Sko tónlistarhátíðin. Tónlistarhátíðin Gæran, já. Skulum hafa þetta á hreinu. Hinn Gæran hvað hún? Upptekinn, annar staðar. Og við erum búin að fá til okkar hérna staðarhaldara. Þetta verður haldið í ykkar húsakynnum, mesta rockið. Já. Og ekki fyrsta skiptið? Nei, ekki fyrsta skiptið. Þetta er 5. skiptið sem við tökum þátt í þessu. Já, sem að þau opnið fyrirtækið fyrir gestum, nánast. Já, það er nú kannski svona, sagan segir svolítið að við höfum verið dálítið opin. Já. Því að Loðskinn búið að vera rosalega lengi æfingahúsnæði fyrir hinar þessar hljómsveitir sem eru að fæðast og við getum nefnt hljómsveitir eins og Herramenn og svo Úlfur eða Bróðir Svartúl sem var á undan. Báðar þessar hljómsveitir eru fæddar í Loðskinn. Já. Loðskinn var æfingarhúsnæði þessari hljómsveitir. Þar voru þessi litli guttar alveg blautir á bak við eyrun að brasa á hljóðfærunum sínum til að byrja með. Og úr var þetta fíneri. En hvað var til þess að þið ákveðið að opna þetta fyrir tónlistarmönnum og leyfa þeim að fara að æfa sig þarna? Það var kannski bara, við höfðum smá horn handa þeim. Þetta stór verksmiðja og ég held að hafi aðalega verið það og þessi drengir þeir eru að byrja og stúlkur, þá fá þeir svo lítið inni. Þeim vantar alltaf húsnæði og einhvers staðar verða vondir að vera. Þannig að við erum svolítið svona út úr bænum þannig að þetta trufla ekki marga held ég. Þið hafi líka, sko fyrir utan það að hleypa hljómsveitunum, þá eins og Loðskinn hefur alltaf verið opinn. Ég fór nú í kynnisferð bara hreinlega þarna síma því að og voru með tíma áður en að gestastofan var opnuð. Hvers vegna kjósið að opna þetta svona mikið fyrir fólki? Venjulegur verksmiðjur bara harðlæstar og lokaðar fyrir áhugasama? Já, það oft þannig, en mér finnst bara skemmtilegt að sýna hvað við erum að gera og leyfa fólki bara að sjá hvernig þetta verður til. Og ég líka, maður veit það bara að það sem þú veist hvernig það gert, það finnst þér eiginlega bara skemmtilega að kaupa og eiga. Nákvæmlega. Og þið voru með, svo fólk tengi ykkur nú vel að þið hefur líka verið að vinna í þessu roði og voru þar með, var það ekki ákveðna frumkvöðlastarfsemi í roðvinnslinni? Jú, við erum náttúrulega búin að vera í langan tíma að vinna roð og fiskiroð og súta það og erum ein af ég alveg 3 verksmiðjum í heiminu sem að gera þetta. Og þetta er aðeins meira mál en að segja? Já, þetta er svolítið flóknara því að það bara þannig með að súta eitthvað kaldblóðs. Það ef þú setur það í venjulega heiðblóðsútu þá býrðu til fiskisúpu. Já. En gums. Já, einhvern gums sem ekki geðslegt. En þannig að við þurftum að finna aðferðir þannig til að gera þetta alvörulegur. En þessi salur sem að sjálf hátíðin haldin í, hvað þetta? Þetta bara svona gæru geymsla. Það kælingakerfi þarna inni í þessu. Já. Og þarna setjum við gærurnar á haustin þegar búið að salta þær. Já. Fyllum þessa geymslu af fínu hráefni og geymum þetta þarna allt árið. Og svo bara búið að vinna þetta upp þegar kemur að þessum tíma, þegar tónlistarhátíðin haldin. Og þá passar svo vel að skella þarna inn okkur úr okkur. Já. Það orðið nánast tómt þegar það komum á þessum tíma hérna árunni. Akkurat. Já. Við setjum kælikerfið í gang þegar við viljum allir fara út. Já. Fristum. Já. Í gamla þetta var bara kveikt ljósin. Já. Og sannlega gert það. Þetta gott kerfi svo. Við erum svo kallt alltaf að segja góðin tím til að fara heim. Gott kerfi. Og þannig að þetta ekkert mál fyrir ykkur. Þið ekkert að fara út í neinar svakalegar aðgerðir til þess að láta þetta verða veruleika. Ekki þannig. Nei, alls ekki. Þetta ekkert stórkostlegt mál fyrir okkur. Alls ekki. Smá þrif og svona. Já. En þetta ekki kannski eitthvað sem að fleiri atvinnurekendum ættu huga til annars staðar, hvar sem á landinu, að hvernig geta með þessum hætti nýtt það sem að fyrir og til þess að tengjast til dæmis menningarlífinu? Mér finnst það nú bara eiginlega sjálfsagt. Að menn reyni að styðja við menningarlífið að það sem þeir búa. Það er bara, mér finnst það líka, ég alveg sammála því og samstaða í litlum samfélögum. Hún bara svo mikið atriði. Þarna voru þessi krakkar komnir af stað með þessa hugmynd og þau einhvers staðar þurftu þau að komast inn í. Og þessi samvinna og vilji til að hjálpa stað, það bara virkar. Algjörlega. Það eitthvað stórkostlega fallegt við það. Já, og það ekkert auðvelt að finna svona húsnæði sem hentar undir svona starfsemi. Undir svona tónlistarhátíð. Og allir kannski svona, já, allir fólk fer ekki að ganga illa og verði með hávaðalæti og já, ég meina, þú veist að þetta getur komið. Já, mér finnst að maður á bara ekki að vera að brasa með þessa hugsun fyrir en að hún staðreynd. Já. Skilurðu? En ekki þessa fordóma? Nei, ekki þessa fordóma. Og þetta tónlistarfólk, þetta gengur svo vel
og þetta bara kurteist fólk. Já. En hafið þið sótt hátíðina sjálf? Alltaf. Alltaf. Já. Og eru þið að finna tónlist við ykkur hafið hana? Já, já, algjörlega. Er þið fremstu sviðið og headbangið? Kannski ekki alveg komið þangað. En eftir nokkur ár. Við svona verið upp vegginn aðeins. Já. En þetta er alveg tónlist sem hendar öllum. Algjörlega. Algjörlega, sko. Já, Ég sé hérna fólk á bænum, sko, þú veist, bara öllum aldri. Og að því að það er, sko, þú veist alltaf hverjir eru að koma næst og svona, getur kíkt á þetta og hérna netinu og svona, að þá getur þú bara komið þegar þessi hljómsveit er og svo ferðu heim og ferðu í kaffi og kemur aftur og þú veist, þetta er svo frábært. Nákvæmlega. Yndislegt. Við verum að bara hvetja fólk enn og aftur til þess að mæta og þeir sem hafa ekki tækifæri til að mæta á Gæruna, hvetja til þess að mæta og kíkja líka í gestastofu Sútarans. Þar er hægt að sjá hönnun til dæmis úr því sem framleitt er hinum megin við skilrúmið og ótrúlega skemmtilegt að koma þangað og ekki þá mann langar að kaupa allt. Já. Og bara takk fyrir spjallið og góða skemmtun um helgina. Já. Takk sömuleiðis. Við höldum áfram eftir augnablik og þá hittum við hann Hlyn Bein.